Frábært að fá þeim svo. Takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma. Bið mikla mannekla. Byrjuð þar. Bið mikla mannekla. Já, vorum aðeins að tókum forskot á sæluna og fórum að ræða hér leikskólamálin. En það dálítið þessi orð sem að einkenna þann málflokk í dag hjá Reykjavíkurborg því miður. Bið eftir plássi, löng bið eftir plássi, mikluð hús, rosaleg innviðaskuld í bæði skólunum, leik- og grunnskólum, íþróttaaðstöðu og svo manneklan. Það bara því miður hefur okkur ekki tekist, og þá segi ég okkur, við hjá Reykjavíkurborg, og sko borginni hefur ekki tekist að manna leikskóluna með fagfólki og það bara rosaleg rótering á starfsfólki og við erum ekki að uppfylla kröfur fagmenntun í leikskólastarfi í borginni í dag, því miður. Ég var það sem maður hugsar oft þetta svo auðvelt utanfrá, þegar maður ekki sjálfur í stjórnmálum og ekki sjálfur, þá finnst mann einhvern veginn, þetta svo basic, við erum að reka sveitastjórn og þetta gengur bara rosa mikið út á að gera líf fólks aðeins einfaldara, fólk vil að ruslatunna séu tæmdar, samgönguna virki ágætlega, að þetta móka snjóin og börnin getur verið á leikskóla og og maður horfir stundum á eins og segir þetta, að það búið að vera einhvers konar vinstri stjórn í mjög langan tíma. Hvernig geta þessi mál verið í svona miklum ólestri? En það sem ég langaði þá að spyrja það, því þú ert búin að fá svolítið forskot á sæluna að svona kynnast þessu, kynnast kerfinu gegnum að vera aðstofamaður. Já. Hvað kemur maður inn og kemur það þá mann á óvart hvað það þungt í vöfum að reyna að breyta einhverju? Já, það alveg þannig. Það alveg þannig. Stuttsvar. Já, ég upplifði það bara, ég hélt þetta væri bara á betri stað. Mér finnst kerfið mjög flókið og það rosalega margir að vasast í öllu og ég áttum á því að augljóslega þú ert með stóran vinnustað og stóra skóla og verkefni og svona, þá auðvitað þarft að manna það, en það er eitthvað óskýrt varðandi bara ábyrgðakeðjuna og umboðið, hver ber ábyrgða því pólitíkin að vasast í öllu, embættismenn og starfsfólk að vasast í öllu, það minnst ekki alltaf skýrt, bara hver þá með ábyrgðina ef þetta gengur vel, hverjum má rósa og ef þetta gengur illa, hverjum má þá hallmæla, skilur mig. Þannig að ég upplifði það svolítið að það væri ekki, þetta væri ekki svona strömlínulaga stjórnsýsla þar sem allt gengur ógeðslega vel. Og þetta Sölvi, þetta finnum við öll. Það eru rosalega margir á listanum hjá Viðreisn núna sem ég að leiða. Við erum bara foreldrar úr borginni sem höfum fengið nóg. Við erum bara venjulegt fólk sem bara, þetta ekki að virka, við þurfum að snúa við blaðinu, við þurfum að fara að hugsa þetta öðruvísi. Við verðum að einfalda þetta, við verðum að stytta skipuritin, við verðum að hafa það skýrt hver ber ábyrgð hvar og þá getum við fara að gera eitthvað. En þetta veri algjörlega fyrsta verkefni að ná einhvern veginn bara svona, við þurfum að kjarna hvað borgin á að vera að gera og þá þurfa líka borgarfulltrúar og pólitíkin að þekkja sitt hlutverk. Því ég nú líka aðeins að gaggrina það að mér finnst pólitíkin, bara farin að vesnast í rosalega mörgu sem hún á ekki endilega að vera vesnast í. Ég sá hjartanlega sammála því. En þetta er góðu punktur sem þú ert að koma því ég mikið velt þessu fyrir mér, bæði í sveitarstjórn og líka bara í landsmálum að þetta með að þú minnst einhvern veginn svo hvatakerfið og sérstaklega kannski eftir að samfélagsmiðlarnir fóru að vera meiri og harðari, þá dálítið ég einhver embættismaður og hvatinn minn bara ef ég fæ að vera ósýnilegur, þá það bara rosa fínt. Af því mér ekkert mikið hrósað ef ég ger eitthvað vel, en ef ég ger eitthvað illa þá bara getur mist vinnuna mína. Þannig að þá örugglega, ég held að sé svona hægt og rólega búið að gerast, að það einhvern veginn bara enginn sem að því þú segir, það væri mjög gott að vita hverjum hægt að hrósa eða vel gert og hverjum hægt að refsa eða illa gert. Ég held að sé bara svolítið svona búið að vera hægt og rólega að innbyggjast meira og meira inn í kerfið, að það sé enginn sem að vill verið þeirri stöðu að það sé hægt að benda á hann eða hana ef eitthvað fór illa, og þá bara þægilega þetta sé einhvern veginn svona loðið og það veit enginn alveg hver ber ábyrgðina og þá allavega það fór allt í steik en svo bara höldum við áfram og enginn veit, það var enginn rekinn og það var enginn sem að taka ábyrgðan einu. Já, ég tek undir þetta og ég held að þetta sé bara þróunin mjög víða, ekki bara á Íslandi heldur, bara það sem að kerfin flækjast og þéttast og það sem gerist líka að og ég held að margir séu hræddir við að gera mistöka því að nú bara staðan þannig að það hægt að lögsækja og það hægt að neima og seima og allt þetta. Þannig að það líka kúltúrinn svolítið sem við erum einhvern veginn í. En sko sveitarstjórnir eru þetta fjölskipað stjórnvald. Það ekki einhver einvaldur. En ég held að væri samt rosalega fínt
og ég myndi bara leggja það til inn í næsta kjörtímabil að við skýrum aðeins línunar. Bara hver ætlar að bera ábyrgðina? Í mínum huga finnst mér að þau sem að bjóða sig fram til forystu í borgarstjórn Reykjavíkur, þau eiga að bera ábyrgðina. Mér finnst það alveg skýrt, sko. Nei, ég er nefnilega sammála því að maður, þú veist, það er alveg stórt, eða svona áalveg að vera dálítið stórskrifa stíga að ákveða að bjóða sig fram í þetta. En ef þú gerir það, Já. Þá verður líka bara verið svolítið tilbúin í og þú veist, þetta er bara the name of the game. Eins og bara við tökum bara þennan leikskóla þarna sem var mest svona skandall í kringum. Ég ætla ekki að þykjast það að kynnt mér þetta alveg í þaula, en var einhver sem bara einhverja ábyrgð á þessu? Ég held ekki, sko. Og þá er þetta dálítið þannig að ég meina á endanum er það ekki líka þannig að maður sjálfu vill þroskast sem einstaklingur og maður gerir eitthvað tóma dellu í vinnunni sinni. Er ekki bara ágætt að maður þurfi þá bara að bera ábyrgð á því aðeins að hugsa sinn gang og verða betri manneskja? Jú, ég held að þetta sé bara rosalega mikilvægur punktur og ef að til dæmis, þú veist, fyrir mér er það alveg augljóst að pólitíkin ákveður að fara í það að kaupa þarna þessa verslun þarna Adam og Eva og gera hann upp sem eitthvað svona lúxusleikskóla. Það er pólitísk ákvörðun. Og þá er það pólitíkin sem á að bera ábyrgð á því. En svo eru þetta staðan að, þú veist, kannski þeir stjórnmálamenn sem tóku þessa ákvörðun, og þannig er ég auðvitað að tala fyrrverandi borgarstjóra, það er Dagur sem tekur þessa ákvörðun á endanum, sko, eða þú veist, það sá meiri hluti, en svo er hann farin í önnur störf og þá er komið nýr borgarstjóra og þá er þetta ekki kannski alveg jafn skýrt. En mér finnst að þetta er og svona, sko, að hvatinn hjá stjórnmálamönnum, við erum að bjóða okkur fram til að taka ábyrgð og bera ábyrgð og það er, þú veist, það á að vera bara algjörlega skýrt í starfinu. Þannig að ef illa fer þá berum við ábyrgð á því og mér finnst, en það er líka þú spáraði síðan, sko, hver er, þú veist, hvar eru hvatar stjórnmálamanna því ef hvatinn þinn er alltaf að vera kosin eftir 4 ár skilur, þá er þetta ekki endilega frábært, því þá ertu í rauninni að segja, herri, já, ok, ef illa fer, þá þarf ég kannski bara að segja af mér. En mér finnst það miklu heilbrigðara að bara, þú veist, eða bara, svo má líka bara beðast afsökunar og geta haldið áfram ef að, þú veist, dæmin er ekki þeim mun alvarlegri. Þetta þarf, þú veist, völd og ábyrgð verða að fara saman. Ég er alveg sammála, en einmitt að samanskapi myndi ég hugsa, þú veist, það að vera góður stjórnmálamaður held ég að sé bara geti verið eðlisinu með vanþakklátt af því þú veist, það þýð það maður, ég var alveg máta minni þetta, maður myndi fara eitthvað að bjóða sig fram og komast í eitthvað og þú veist, rétta ákvörðunin er kannski óvinsæl akkurat núna og hún kannski, einmitt að því kerfið tekur tíma, þú gerir eitthvað núna, það þarf að segja upp einhverju fólki til þess að taka niður kostnað og svo kannski eftir 10 ár mun allir sjá þetta var á svo góða ákvörðin, þá þú löngu glemtur og þér bara var efsaði næstu kostningum og þú ert farin, sko. En þá veistu það í hjartaðinu að þú ákvaðast að fara í þetta til þess að vera í þjónustu og þú veist að þú gerir rétt. En það getur verið mjög vanþakklátt. Já, 100%. Og ég held líka að það þurfi aldrei að taka ego stjórnmálamanna út úr myndinni, sko. Það mér er svona, þú veist, það má ekki vera hvatinn að þú einhvern veginn fáir eitthvað svaka. Það er aldrei orðin hvatinn. Já, ég veit að það var svo lélegt. Finnst það ekki? Mér finnst það. Mér finnst það. Það er eitthvað svo skamsýnt. Ég er bara hjartanlega sammála, en þá er ég aftur að gera mitt besta til þess að horfa á þetta utanfrá. Ég er að æfa mig í svo mörgu, sko, að daginn fór ég mitt og bókaði gistingu með kærustunni minni fyrir utan bæinn og fyrsta sem ég sé eru leyfisbréfin. Sýslumaður, heilbrigðis eftirlit og ég hugsa strax bara þegar ég er að fara að borga fyrir þetta ég er ekki vissum að ég myndi enn að standa í þessu rekstri þannig ég ætla ekki að kvarta fyrir að verði sér hátt skilur og saman eins og með þetta það er svo auðvelt að hafa aldrei verið í stjórnmálum og vera að benda fingrinum og bara akkur þetta en þú veist, ég sé alveg líka hina hliðina sem er bara shit, þú tekur eitthvað ákvörðun sem er kannski hárrétt og það er bara endalaust drulla krafum þú segir af þér og eitthvað svona þannig að maður svona reyna að vera sangjandi með hugsa þá kannski að því ég lærið sálfræði að mannlegt eðli virkar þannig að þá er örugglega mjög eðlilegt að þú freistist til að hugsa bara, heyrðu, þetta er þægilegast fyrir mig núna, þá bara ger ég þetta. Já, en til dæmis eins og, þú veist, með mig, ég veit alveg að ég er að fara inn í aðstæður þar sem þarf að taka erfiðar ákvarðanir, þú veist, vonandi ef við komumst að og allt það, þú veist, ég er að biðja að fá að fara og sitja við borð þar sem þarf að taka erfiðar ákvarðanir. Skilur. Gott úr meðvitað það. Já, það er, þú veist, ég er ekki að fara inn til að eignast fleiri vini og ég bara vona vini mínir sem ég á núna verði vini mínir áfram af því þetta er ekki staður til að
elta vini og elta vinsældir og þú veist, reyna alltaf að eitthvað neginn. Alveg sammála. Þú ert að fara inn til að reyna að bæta samfélagið. Þú ert að gera það, þú veist. Og það er mín skoðun á þessum störfum eins og með borgarstjórn Reykjavíkur. Það er mín skoðun að þarna sé fólk sem hefur setið þarna bara rosalega lengi. Og ég held að sé ekkert hollt að sitja þarna of lengi. Að þetta eru mikil völd, þú getur haft mjög mikil áhrif á það hvernig borgin þróast og bara hvernig fólki í borginni upplifir þjónustuna, upplifir borgina sína, þú getur haft mjög mikil áhrif á það, bara þú veist, herru, vill unga fólki setjast hérna að eða er það bara að fara í önnur sveitafélög, eins og við því miður sjáum. Þú veist, Reykjavík er orðin bara ógeðslega dýr, þú veist, ég er alltaf að tala við eitthvað ungt fólk sem segir bara, herru, þú veist, ég bara hef ekki efni á að vera hérna. Já, bara það er kaupa þér íbúð og Þorlákshöfn bara. Já, sko, Elliði Vignisson sem í Árborg, hann bara þakkar kærlega stjórnmálamönnum í Reykjavík hvernig þeir hafa haldið á málum hér á húsnæðismarkaði, því það er bara veldi því að þú veist, unga fólki er bara að dælast inn í sveitafélag annar staðar, en þar er fólk að setjast að, fær þjónustu, fær leikskólapláss, hefur efni á að kaupa sér íbúð og fer svo, herðu, já, ætli ég stofna ekki fyrirtæki, ætli ég ger ekki þetta og hitt, þannig að þá ert að fá flotta einstaklinga inn í samfélagi sem síðan fara að blómstra og gera mikið fyrir umhverfið og samfélagið. Og mér finnst þetta vera svona ein af áskorunum núna, bara hvernig verður Reykjavík þannig að ungt fólk velji að setjast hérna að og vilji setjast hérna að. Þú veist, borgin sé það spennandi og mikil tækifæri, þú hefur efni á að kaupa þér íbúð, bara þannig að þú getur verið hérna og viljir vera hérna. Mér finnst þetta svona eitt af stórum málunum, ég vona að næsta borgarstjórn taki líka á þessu. En hvað er mitt ef við myndum spyrja það út í þessar erfiðu ákvarðanir? Bara svona, þú veist, segjum nú sem svo að þú væri bara komin í einhverja lykilstöðu eftir kosningar og þú getur farið að taka þessar ákvarðanir. Hvaða erfiðu ákvarðanir? Að því þú veist, það fyrsta sem að æpir á mig er, þú veist, svona ákveðin statistíkum að þó að Reykjavík ætti að vera með stærðarhagkvæmni, að þá virðast vera fleiri starfsmenn per haus heldur en í öðrum sveitafélögum. Það segir manni strax, það er líklega hægt að fækka starfsmennum, sem er væntanlega þá óþægilegast að byrja að segja fólki. Þegar maður hugsaði hjá hennu opinbera, þá held ég að hafa verið farið nú að fara í einhverja svaka niðurskurðar aðgerðir, en ekki segja fólki. Launakostnaðurinn er bara 80-90% af því sem væri hægt að skera niður. Sko. Já, en ég held að þetta sé alveg laukrétt og við í Viðreisn höfum verið að tala um þetta, nákvæmlega þetta að Reykjavíkurborg á að njóta stærðar hagkvæmni þegar kemur að rekstrinum. Þú veist, við erum held í 10% yfir svona sirka meðaltalið á því. Við höfum talað fyrir því að við viljum, og við teljum að það sé hægt að finna milljarð inn í kerfinu sem við ætlum að taka út úr kerfinu og setja frekar í fólkið og grunnþjónustuna. En þetta er, þú veist, og ég hef ekki farið að telja upp hérna hvað eitthvað mig langar að leggja niður eða hvar ég vil fækka og svona. Ég held að þurfi bara, og ég held að þú veist, að því að við töluðum aðeins um það áðan, þú veist, nú hefur verið svona svipa prógram með svipuðum eða sömu flokkum keyrt í mörg ár. Þannig að ég held að kerfið bara hafi rosalega gott af endurræsingu núna. Og líka við bara spáum í það, þú veist, nú er bara, þú veist, ný kynslóð að koma upp í Reykjavík, þar eru bara aðrar þjónustu þarfir, þar eru önnur viðþorf og svo framvegis, þannig ég held að við þurfum bara, og þetta verður örugglega hundleiðilegt sumar, að ég held að við þurfum bara strax að fara í það, setjast bara niður með stjórnendum og skoða bara, herðu, hvar getum við fækkað, hvar getum við dreigið saman, hvar getum við saminað, hvar getum við einhvern veginn, þú veist, bara strömlínulagað kerfið, þannig að við fáum meir, þú veist, tökum peningin úr kerfinu og setjum hann í fólkið. Og ég myndi segja að þetta væri svona fyrsta verkefni sem að við í Viðreisn myndum leggja áherslu á, að endurstilla dálítið kerfið, þannig að getur einhvern veginn farið að láta það virka betur. Hvar myndu þið, þú veist, eins og þú segir, finna milljarð? Já. Þú veist, því að aftur, það er mjög auðvelt að standa utan við þetta og einhvern veginn, þú veist, mann fyrir síðustu alþingiskosningar, þá var svona þeir sem töluðum að nú ætti bara að fara að skera niður hjá hennu opinbera, sem ég er hjartanlega sammála. Þá kom alltaf bara, hvar ætlar að finna peningin? Hvar ætlar að finna peningin? Ég hef ekki verið að nefna eitthvað nákvæmlega hvar. Ég held að gera það óvinsælega strax. Nei, og ég held að sé ekkert sængant og ég held að hjálpa ekkert beint umræðuna því þetta er alltaf samtal við stjórnendur og bara hvernig eigum að gera þetta. Ég myndi leggja áherslu á það og leggja það til að við færum, að það eru lög um það
hvað sveitafélag á að gera. Reykjavíkurborg hefur ákveðna skyldur samkvæmt lögum. Það bara, við vitum hvað þetta er. Þetta eru grunnskólarnir, þetta er velferðarþjónustan, þetta er málaflokkur fatlara. Það er alls konar sem við verðum að gera samkvæmt lögum. Ég myndi leggja áherslu á að við byrjum á að gera það vel. Við verðum að gera það, þannig að það er x peningur komin í það. Svo er ótrúlega margt sem borgin er að gera sem er æðislegt og við viljum gjarnan halda áfram. Eins og til dæmis leikskólaþjónusta er ekki lögbundin, en ég held að við séum nú svona á þeim stað sem samfélag við viljum að sveitafélögin sjáu það. En þar getur, eins og við höfum verið að tala fyrir, þar getur fengið inn stóra vinnustæði og hjálpa til við að brúa þetta bil frá fæðingarorlofi til leikskólavistar. Þú getur svona, verið með fjölbreyttara rekstrarform. Mér finnst ekki endilega Reykjavíkurborg eigi bara að halda á öllum leikskólum í Reykjavík og þessu allir bara miðstýrði svona, þannig ég myndi vilja fá meira frjálslyndi þar inn. Og þú myndir ekkert hafa áhyggjur, þá kemur þetta klassiska, þú myndir ekkert hafa áhyggjur þar að því að þá er allt í einu svona efna meira fólk að fá betri þjónustu eða fljótari þjónustu. Það sem við höfum verið að leggja til og það var nú samtali gangi bæði við Alvogen og Landspítalann, það er það að stórir vinnustæðir geti búið til dagvistun og það er ég ekki að tala um leikskóla, það er ég að tala um dagvistun, það er þarna fyrir yngstu börnin og það yrði algjörlega tryggt í samningum að það væri hluti af plássunum væri fyrir fólk sem vinnur á þessum stöðum og alltaf helmingurinn á plássunum væri fyrir hverfið og þannig að þú sért alltaf að sexa á þessum biðlista í leiðinni og það þyrfti bara að búa þannig það í samningum að þú veist, ef að foreldri missir vinnuna þá er bara barnið enn með leikskólapláss og svo framvegis og ég allavega, þú veist, ég held að bara, þú veist, vinnustaðir bara séu algjörlega til í þetta samtal og bara búa þannig hnútana við séum með, þú veist, góðan ramma utan þetta og gæði í starfi og annað, það er okkar hagur sem samfélag allra að gera þetta vel. Það sem að til dæmis vinnustæðir tala og ég nefni bara Landspítalann sem dæmi að bara starfsfólki kemur ekki tilbaka úr fæðingarorlofi að það er ekkert, kerfið tekur ekki við. Það er bara gat. Hvað átt að mæta með eins og spann í skurðaðgerð. Þú veist, hvernig ætlar að fá fólki tilbaka? Þannig að mér finnst þetta vera svona, vanta eitthvað svona samfélagslega hugsun í þetta. Herru, við sem samfélag eigum að leysa þetta saman og við eigum að vera að tala fyrir lausnum. Og ég hef nú reyndar líka að tala fyrir því og við í Viðreisn að þú veist, það þurfi að lengja fæðingarorlofið. Það er auðvitað bolti sem er hjá ríkinu og gefa meira frelsi og svigrúm. Það er ekki alla fjölskyldur eins og það hendar sumum að fara fyrr út á vinnumarkaðin. Aðrir vilja vera lengur og mér finnst bara að fólk megi aðeins taka ákvörðun fyrir sig. Þannig að þetta er eitthvað sem við myndum vilja fara í pingpong við ríki. Má ég aðeins bæta við að því vorum að tala um erfiðu ákvarðanar og niðurskurðin. Ég voru skoðað daginn. Tekjur borgarnar eru cirka 200 milljarðar á ári. Þú veist, þetta eru útsvarstekjurnar og þetta eru einhverja greiðslur gegnum jöfnunarsjóð og einhverja svona fastar tekjur sem borgir fær. 200 milljarðar. Segjum sem svo að við ætlum að ná 1 milljarði út úr kerfinu til að setja einhvern veginn dundra í bara lóðbeint inn í skólana, meiri aðstoð á gólfið, betri íþróttaaðstöð, það sem við ákveðum að gera. Það er 0,5% af þessum heildartekjum. Það er ekkert rosalega mikið. Þannig að því þú varst að spyrja á hann bara, er þetta raunhæft, þú veist, hvernig ætlar að gera þetta? Þú veist, ef þú horfir á þetta í samhengi bara hvað kemur inn af pening og hvað ætlar að, þú veist, taka mikið pening út, þá er þetta er ekki stór hluti. Og þú veist, ég myndi gjarnan vilja finna meiri pening til að koma einhvern veginn hraðar út, en það er auðvitað bara verkefni. Ég nefnilega er svo, þú veist, hafandi fengi svona smá innsýn inn í hvernig opinberi peningar eru notaðir í gegnum tíðina. Meira kannski á landsmálasviðinu heldur en sveitarstjórn. Þá, þú veist, þegar ég heyrði þetta fyrir kosningar og þeir sem voru einhvern veginn að segja bara að skera niður, þá skilja alveg, þú ert á leiðin í að fólk fari og greiði atkvæði, þannig að þú vilt ekki vera að segja ég ætla bara að leggja niður þessa stofnun, ég ætla að reka þennan og það er kannski ekki alveg strategíst, en mér fannst samt þeir sem að töluðu svolítið svipað úr þetta gera núna, ekki vera alveg nógu vel undirbúnir út af þetta sem þú ert að segja núna. Sko 0,5% inn í kerfi, það sem sko, ég var að tala við vin minn í gær sem var framkvæmdastjóri yfir nokkuð stóru framleiðslu fyrirtæki, og hann sagði bara, ég held að fólk í stjórnum, þú veist, ég þurfti bara oft að vera í þeirri stöðu, rétt fyrir mánaðamót, það er bara, hér er Excel-skjalið og þetta er ekki að ganga upp. Já. Eina leiðin til þess að spara er að segja fólki og ég vissi bara, það eru kannski 4 aðilar
sem eru háðir tekjunum sem eru að koma inn, þetta ekki gaman sko. Nei. Það ekki gaman Nei. að reka einhvern og ég veit bara að það fjölskylda þarna sem þarf á þessum tekjum, en hvað á ég að gera? Ég þarf að gera þetta og þetta eru óþægileg ákvörðun, mjög óþægileg. Mér finnst þú eigir ekki að bjóða þig fram í þetta nema þú sért alveg vissum og þú sért tilbúin að taka þessar óþægilega ákvörðunir að því ég er algjörlega handvissum að svo væri Excel-skjalið nákvæmlega eins og hann opinbera, það er engum sagt upp sko. Því það er bara óþægilegt og það getur komið eitthvað í fjölmiðla og bara við sleppum þið bara. Af því þetta er bara einhvern veginn svona, við hljótum bara að geta einhvern veginn hækka skattin einhvers staðar og fengið aðeins meiri penning. Og ég er alveg vissum að 0,5% er bara, það er eiginlega bara svona örugglega mjög einfalt að ná því ef að maður fer og skoðar skjölin og raunverulega, ég meina, og þú veist, nú vil maður ekkert vera að pöngast á einhverjum einstaka málum, en bara við fengum einhverja smá innsýn hérna, þú veist, þegar hjá ríkislögreglustjóra þegar eitthvað með 35.000 kall á tíma með að fara í rúmfættalæðurinn. Þegar ég var sendur einu sinni í kosningaeftirlit og mér var sagt að þetta væri alveg agalegt gigga því það væri launalaust. Svo bara, jú, það voru dagpenningar sem voru 70.000 kall á dag og gistingin kostaði 7.000. Þannig ég var með 63.000 kall til að kaupa mat. Svona, eru bara allir sem að fara út fyrir opinbera, ef ég fer út, þegar ég fór út fyrir stöðu 2, þá var bara svona, ég þurfti næstu því að borga flugmiða mig sjálfur, sko. Já, við erum bæði verið á gólfinu í fjölmiðlum, en mér finnst þetta skipta rosalega miklu máli að því var að tala áðan forgangsröðunina, þú veist, að það er þessi lögbundnu málaflokkar sem að við augljóslega erum ekki að fara, ég er ekki að tala þá þegar ég er að tala niðurskurð og finna milljarðinn og Jón Gnarr talaði um gulu vestin, við erum ekki að fara taka pening þar, við vitum að það vantar meiri aðstoð, meiri hjálp inn á gólfið, þú veist, inn í skólunum, inn í frístundinni, þar. Þannig ég er ekki að tala það, þá peninga. Eitt varandi utanlandsferðirnar, Hanna Birna, hún var borgarstjóri, hún gerði það að reglu, hún sagði bara allir sem ætla að fara til útlanda í búði Reykjavíkur þurfa að fá leyfi frá borgarstjóra. Mér finnst það bara fínt og flott, að því að málið það, þó eins og þú segir Sölvi, þó þú fáir flugi borgað og eitthvað þeir eru búið að koma á ráðstöfnu eða kosningaeftirlit eitthvað svona, það er alltaf dagpenningar inn í þessu og það við vitum það bæði að það er ekki 5.000 kallar sko, það er alveg slatti. Þannig að mér finnst bara allar þessar ákvarðanir og við líktum þessu nú að ganni við, þú veist, að því að þú eru sjálfur bara svona farið yfir bókaldið, þú veist bara ekki, já, er ég enn með áskrita Duolingo eða þessu, what, var ég ekki búin að færa mig yfir á Microsoft eða þú veist, þetta þarf að gera hjá borginni núna. Ég er alveg viss með að við getum, þú veist, farið í alls konar, þú veist, það eru leyfi fyrir tölvum og forritum og annað. Ok, nú er ég aðeins komin inn á tölvurnar og forritin, að ég held líka og við sko, það er rosalega mikið talað gervigreind og tæknina, en ég held að þar liggi líka alls konar tækifæri að sko bara einhvern veginn hvernig getum við nýtt nýjustu tækni til að hjálpa okkur við að, þú veist, bæta þjónustuna. Ég held að það sé alveg svona spennandi umræða, þú veist, í framhaldinu einhvern veginn hvernig getum við, og ég er ekki að fara henda öll á gervigreindina, ég veit að það virkar ekki, en sem svona duglegur aðstofnaður er gervigreindin ágætt. Já, samt, sko, þarna einmitt er annað sem að mér finnst rosalega lítið talað með stjórnmálum á Íslandi, sko, hvað er það sem gervigreindin er að leysa vel? Mjög mikið einmitt skriffinsku verkefni. Þú veist, það er bara, ég meina, frænka mín þýðandi, allt í henni bara öllum sagt upp, af því það er bara hægt að nota gervigreind, skilur, lögfræðistofur, þar sem þurfti áður manneskju til þess að vera að lesa eitthvað yfir í 3 vikur, þá getur þú núna notað 30 sekúndur á gervigreind. Þannig að ég myndi halda að það væri einhvers staðar en aftur, hver er þá niðurstaðan? Niðurstaðan er að það þarf að segja fólki. Og ég held að það sé það sem stjórnmálamenn er að forðast. Af því þá er náttúrulega, þú veist, það er misjandi eftir stofnunum. En, þú veist, eins og til dæmis, við getum bara nefnt eins og Landspítalann eða RÚV eða eitthvað. Það fer mjög hátt í fréttir ef það þarf að segja einhverjum upp. Og þá er þú orðin óvinsæli kallinn. Já, en veistu hvað, Sölvi, þú veist, af hverju erum við að gera þetta? Við erum að gera þetta fyrir börnin í borginni til að þau hafi betri stuðningin á gólfinu í kennslustofunni eða þau hafi meiri val í íþróttunum eða þau geti komist í meira tónlistanámi eða eitthvað, þá er þetta bara þessi tveir valkosti sem þú stendur framfyrir. Við erum búin að segja að við viljum forgangsraða í þágu barnanna í borginni og þá þarftu bara að gera það. Og þú veist, við hefum nú bæði, allavega ég hef verið rekin. Ég var rekin, já, ok, bara high five. Sko, það er hræðilegt og það er ekki gaman. En að sama skapi er það líka bara, þú veist,
lífið, sko. Já, ef maður tæklar það rétt, þá getur maður mjög oft komist að þeirri niðurstöðu að það hefur kannski bara verið þroskandi fyrir mann. Það var kannski bara frábært og mér finnst líka rosalega mikilvægt að muna að eins og í pólitíkinni og sama í rauninni með embættiskerfið og svona, þú veist, það á engin neitt, sko. Nákvæmlega. Það á engin neitt. Þú sem pólitíkus átt ekki stóliðin sem hún situr í. Þú ert að vinna fyrir því að fá að sita í honum. Í alvörunni. Þú ert að vinna fyrir því á hverjum einasta degi og ég myndi segja bara sama með embættismenn. Bara þetta eru forréttindi að fá að sita þarna í ógeðslega þægilegum stól og hafa áhrif á það hvernig samfélagið okkar er. Og þú átt ekki þennan stól. Ég er bara alveg sammála og þetta er sem þú ert að segja með að forgangsa og þá er ég aftur að segja, ég er næstu því farin að horfa á getu einhvers til þess að vera í valdastöðu stjórnmálum, bara er þetta manneskja sem getur tekið óþægilegar ákvarðanir. Já. Það er bara það sem er, við erum bara mennsk og það er bara rosalega erfitt að reka fólk, veist, ég er ekkert sem að ég væri góður í því, sko. Já. Ég held að vera örgulega bara erfiðast það sem ég myndi gera, því ég er mjög svona, á mjög erfitt með að vera vondur við fólk. Já, og þá er ég ekki að segja að ég er frábær í því, en ef þú ætlar að fara í þetta, þá þarftu bara að geta það, skilur. Sammála og ég þekki nú bara mikið af fólki sem starfa hjá borginni, þetta eru meistarar upp til hópa. Þetta er fólk sem myndi bara fungera rosalega vel mjög víða á vinnumarkaði. Og bara þetta er ekki fólk sem bara er eitthvað að fara að leggjast í köra því það mátt ekki lengur starfa við þetta, ekki lengur starfa við þetta hjá borginni. Þú veist, ég er bara algjörlega sannfærð að þau eru bara fara að gera eitthvað geggjað annars staðar. Þú veist, hvort sem það er hjá hinu opinbera eða í einkaframtakinu. Við líka oft á tíðum eins og þú nefndi með að vera rekin að svo oft hann er með lífið eitthvað sem er erfitt akkurat á meðan á því stendur svo horfir á það eftir 3 ár og þá er það bara mesta blessunin, sko. Já. Þannig að, þú veist, það er ekki bara hlutaði að þú veist, eins og segir, það á engin neitt, sko. Og Mér finnst það vera rosalega mikilvægt og þegar fólk er komið einhvern veginn of langt inn í þetta og telur sig eiga rétt á þessu, eiga einhvern stól, mér finnst það bara röng hugsun. Mér langar að spyrja aðeins út í svona þessa praktísku hluti með, þú veist, eins og samgöngurnar og fleira. Mér langar aðeins að fá að hjakkast meira á bara svona þessari, hvað ég kalli þetta, svona ideológíu við að vera stjórnmálamaður. Já. Og hugsa því ég horfa oft á bara svona, ég er að sletta þeim svona, hvað myndi maður segja, point of no return. Það er svona, þegar maður er komin yfir línuna. Já. Að ég oft hugsa þú veist, að við erum, bara ég tek dæmi mín eigin lífi, þegar ég var að stýra Ísland í dag, 2007, þá var ég komið með frekar há laun með að við fjölmiðla markaðin á Íslandi, sko. Ég held að það verið 730 skall á mánuði eitthvað. Þá stóð til að ég mögulega aðstoðamaður á þeirra og launin voru eiginlega nákvæmlega þau sömu. Ef ég myndi spóla núna fram í tíman, manneskja sem var að sinna starfinu sem ég var að sinna í Íslandi í dag, ég svo sé bara með aðeins hærri laun, en ég var með fyrir 19 árum. Já. Aðstofamaður á þeirra með 2-falt hærri laun, eða meira, kannski 1,5 á mánuði. Ég held að sé, 1,5 til 7, sko. Já, þannig að þetta er bara svona lítið dæmi hvernig opinberi geirinn hefur tekið fram úr einkageiranum með þessu. Hvatinn er allur að fara að vinna fyrir opinbera, hvort sem er hjá sveitarstjórn eða ríki. Svo er því það náttúrulega það er líka alls konar verktakar að fá verkefni frá hinu opinbera og þeir eru alltaf í komin á þann stað að það bara hvatinn er orðinn svo mikill, svo kemur alltaf inn einhver stjórnmálum að segja, bara það sem við þurfum mest að öll er að skera niður hjá hinu opinbera, þá er bara svo mikið af fólki sem er ekki að fara að bíti höndina sem að fæðir þau, að þú átt ekki einu svona breyk á að gera það sem væri réttast að gera. Og við erum bara á leiðin inn í einhvern svona fasískan ríkis raunveruleika. Já, ég held nefnilega að við verðum að taka á þessu núna eins og við getum eftir þessar kosningar, að því að sko þetta er ekki góð þróun. Þetta er ekki góð þróun og við sjáum þetta, ég hef líka verið að fylgjast með traustmælingum og ég hef verið að skoða þær hjá þessu traustikar borgarstjórnar. Það er 13%. Það var nýkönnun bara um daginn. Það er rosalega lítið. Það er rosalega lítið. 9 af hverjum 10 sem hún spyrð, treystir ekki. Það var 17% fyrir árið, það er búið að fara niður. Vissulega er þetta allir landsmenn spurðir, en ekki bara borgarbúar. Þú veist, það var ekki niðurbrot á bara Reykvíkinga. Ég held að þetta, þú veist, það sem við höfum verið að tala þú veist, bæði bólgið kerfi, þú veist, ríkið, svona þess að drottna yfir, atvinnulífinu og allt þetta. Ég held að þetta sé hluti af þessum traustmælingum. Þetta er bara, við sjáum þetta bara, herðu, þú veist, fólk upplifir ekki þjónustuna, fólk upplifir báknið, fólk upplifir bara að þarna sé bara ógeðslega næs að vinna, þú ert með ógeðslega há laun og þú ert alltaf á ráðstöfnum í Barcelona, hvað sem þú ætlar að vera, þú veist, en byrju, hvað með mig?
ég held að þetta sé bara svolítið, skýri svolítið þessa mynd sem við sjáum í þessum traustmælingum. Og mér finnst það áhyggjuefni ef að traust til, borgarstjórn Reykjavíkur húsfélagið okkar. Ef við tökum það bara, grándum það bara þannig. Herru, við erum lítil borg. Það alltaf bara ein manneskja á milli okkar. Við eigum fullt af sameiginlegum vinum. Þetta bara nátengt. Það verður einhvern veginn að vera betra synk þarna á milli. Bara íbúarnir og svo þetta lið sem var kosið til að fara með einhvern veginn völd í þessari borg. Mér finnst þetta vera algjört lykilatrið, að því hvað gerist þegar það verður meira rof og trausti minnkar. Það kemur bylting. Já. Og þá kemur einhver mjög vélsög eftir 4 ára í kosningu, bara svona tekur niður bara stöplana í ráðhúsinu og bara svona, skilur mig, þetta óttast ég. Þannig ég held að verðum einhvern veginn að ná einhvern veginn betri sáttum þetta, hvað þetta og þá aftur, að draga einhvern veginn saman þannig að borgarbúa finni betur fyrir þjónustunni og bara já, ok, þau eru að vinna fyrir mig, geðvegt. Við verðum að komast á þann stað. En hvað með þetta bara að vinna fyrir, þú ferði í þetta starf og þú ert að vinna fyrir borgarna og þá kemur svona, hugsun með, ok, maður með tilfinningu fyrir því að ákveðin hluta þeim sem hafa verið að stjórna hérna séu bara móti bílnum. Já. Það bara sem verður bara móti bílnum, það bara svona, ok, þið eru það móti bílnum. En það fólk sem býr í Grafarholtinu með 3 börn að fara með þau í frístundir. Þau get ekki verið að hjóla bara í miðbænum. Það alveg margir mánuður á árið þar sem veðrið mjög vont. Íslendingar nota bíl. Skilur, og þá það svona þín hugmyndafræði, tilfinningi mín það búið að tróða einhverju hugmyndafræði og mikið. Og þá nefni ég annað dæmi sem bara alveg sama hver skoðunin mín á Palestínufána, Úkrænufána. Þið eruð ekki utanríkismálum. Þið eru í sveitastjórn, Þannig að þetta getur verið rosa mikilvægt mál og þið getur brunnið fyrir það, en ég held að þetta sé ekki eitthvað hlutverk. Farðu bara og bjótu þið fram til alþingis ef þú ætlar að fara í utanríkismálin, Hvað segir þetta? Við tökum samgönguna fyrst. Það sem við segjum varðandi samgöngumálin, við erum að tryggja það að fólk hafi frelsi í samgöngumálum. Það bara þannig. Eins og staðan í dag, ég á 2 bíla og það líka því ég neitt upp í bíla því það ekki leikskóli í hverfinu og svona alls konar. Og skuttlið og allt þetta sem þú nefnir. Mér finnst skipta rosalega miklu máli að fólk hafi val sterka valkosti. Og þá er ég að tala bara bílinn, strætó, hjóla, labba, hvað sem þú vilt gera. Alvöru borgir sem við viljum bera okkur saman við. Mér finnst þetta alltaf smá fyndið ef við erum að bera okkur saman við London, Paris, Róm. Við erum meira eins og Bremen eða borg í norður Svíþjóð eða eitthvað. Við erum, þó við náttúrulega, við erum gott sjálfstyrst og allt það. Já, því stærðarhagkvæmni talandi það væri geggja ef almenningssamgöngukerfi væri það gott að enginn þyrfti eða að við veitum bara kláran val en nefnir London það með 30 sinnum fleiri íbúa eða hvað það eða 50 sinnum þá auðvitað auðveldar að reka samgöngukerfi þar sem mjög stutt á milli og þú ferði í fleiri hverfi og allt þetta Já, en við sjáum það í könnunu það eru miklu fleiri sem væru til í að nota almenningssamgöngur ef þær eru góðar og þægilegar og fara bara, á svona, hvað segir maður, mikilli tíðni. Það það sem við sjáum í gögnunum. Og mér finnst líka, það sem borgin getur líka gert að tryggja þetta frelsi í samgöngumálum og borgin getur líka gert það verkum og það sé grunnþjónusta inn í hverfunum. Þegar nú ég í hverfi það sem 60 barna leikskóli meglaður, þannig að við erum 60 bílar úr mínu hverfi, hverjum einasta mótni, ekki hverfi við hliðina og heldur þar næsta hverfi, keyra börnin, 1 foreldri í bíl og 1 barn og svo tilbaka. Þetta líka auka á skuttlið. Þannig að við erum, eins og við höfum verið bara að tala með samgöngusáttmálunum, það bara búið, það er búið að verja svakalegum tíma í það að öll sveitafélögin og ríkið að tala það hvernig við eigum að bæta þetta. Og mér finnst bara allt of mikil tími hafa farið í það einhvern veginn, ég hef verið til í að sjá bara efndir og sjá bara, þetta plan gerast miklu fyrr. Við vitum það að höfuðborgarsvæðið hefur verið bara svelt af framkvæmdum í samgöngum ógeðslega lengi. Planið hefur bara verið borgarlínan. Hún kemur einhvern tímann X í framtíðinu og þá bara, sleppum við kannski aðeins að gera við,
þú veist, á meðan og svona, en mér finnst þetta í rauninni vera tvennt ólíkt, þú átt að halda gatnakerfinu góðu og í lagi, en þú getur líka alveg verið með planum að bæta í almenningssamgöngunar og mér finnst þetta teki ágætlega í samgöngusáttmálunum, þar þú veist, 45% peningana fer í bílinn, 45% peningana fer í strætó og svo fer restin í hjóla og göngustíga. Þú veist, það eru ódýrari framkvæmdir. Skilurðu, þannig að mér finnst þetta vera bara, þetta alltaf plan og mér finnst að við erum að halda áfram með það. En hvað með þeim þetta kunna að snúa við? Þú veist, við tölum, þú veist, eins og bara með borgarlínuna. Nú ég aftur, ég hef ekki kafað eitthvað rosa djúpt í það, en ég hugsa bara, ég svo oft séð þetta í störfunum mínum í fjölmiðlum, það tekin ákvörðun eitthvað, svo þarf það að fara í nefndir og stýrihópa og svo er allt í einu liðin 5 ár. 5 ár núna þýða bara allt í einu gervigreind, mögulega sjálfkeyrandi bílar, það bara rosalega margt búið að breytast og þá allt í einu var upprunalega hugmyndin þú veist, við getum áfram verið á því við viljum góða samgöngur, en kannski þarf bara að breyta hugmyndinu rosalega mikið og þá aftur talandi um hana hvata, ef ég var svo sem talaði hæst fyrir borgarlínu, þá bara egóið mitt segir, ég má ekki koma fram núna og segja, herðu, ég heldur þurfum að skipta þessari hugmynd út. Og þá bara nei, þetta er bara borgarlína. Og ef ég horfi bara fram á að þetta er kannski bara eitthvað kostnaður sem er óraunhæfur og þetta er ekki, skilurðu hvað er að fara? Já, algjörlega. Ég var nú að skoða myndir dagina því að þarna samgöngusáttmálinn eða borgarlínan er inn í því og þess að fyndi þeim að tala um þetta því ég var í prófkjöru í janúar og var að ringja í alla og byggði atkvæði og svona og margir tala um samgöngumálin og bíla og bílastæðaskort og allt þetta. Ég held að við verðum að bæða vegi að þú veist, þetta má ekki vera svona mikið í tveimur einhverjum andstæðum pólum, sko. Þú veist, ég elska strætó og það þýðir ekki að ég sé að fara að brenna bíla, sko. Ég elska bíla líka. Skilur mér þetta bara svona, herðu, þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, þetta er bara svona pizza og hamburger, þú getur alveg fíla bæði, sko. Nei, ég held að flestir, þú veist, ég held að endanum, þú veist, er bara hægt að láta fólk kjósa með fótunum að flestir á Íslandi eru bara, það er allt ógeðslega dýrt hérna. Og ef að fjölskyldan gæti verið með 1 bíl í staðinn fyrir 2 og það verið raunhæfur valkostur, þá held ég að langflestir myndu vilja það. Ég held nefnilega þarna ertu nefnilega að koma að ákveðnum lykilpunkti varðandi þetta, það að bæta almenningssamgöngur, þetta er svo mikið buddumál. Þetta er það. Að því ég er að tala við foreldrar bara, herri, ég er búin að fá ógeð að kaupa bíla, ég hef 3 börn sem er búin að ná 17 ára aldri, alltaf á 17 ára afmælisdaginn þá er eitthvað búið að spara fyrir einhvern bíl og foreldrarnir eitthvað pizza inn í það og maður er bara svona, ok, þetta er alveg smá galið eða eitthvað normal fjölskyldu á Íslandi, það er bara einhverju 4 stálhlunkar fyrir utan húsi einhvern veginn allan daginn, mér finnst þetta alveg steikt, sko. Þú veist, þetta er svona, þetta er ekki eitthvað... Þá er það þetta, skilur, ég held að það er alveg til einhverja týpur sem bara elska að þenja bensínbílinn sinn og bara ég er að fara, en þú veist, ég held að langflestir séu bara þannig, þetta er svolítið eins og þú veist, ef ég vil að fólk hlusti eða horfa á podcastið mitt, þá þarf ég bara að gera góða þætti. Ef ég vil að fólk hætti að nota bílinn, þá þarf ég bara að búa til það góðan valkost. 90% af fólk er að fara að velja með buddunni. Þetta er ekkert flókið. Þetta er nákvæmlega málið. En veistu, ég ætla að segja eitt, maður fer inn úr einu í annað, það er alltaf lagi. Ég var að segja, ég var að tala við svo marga í janúar og núna bara tala við fólk á götunni og allt það. Sko, þetta, borgarlínu málin, það hefur ekki tekist að ræða þetta nú vel við fólk. Fólk er ekkert alveg að fatta hvað þetta er og hvað þetta á að vera út af hverju er þetta sniðut, þetta er alveg smá svona stigma í þessu orði, borgarlína og ég er alveg pínu bara svona, akkur köllum við þetta ekki bara strætó, þetta er strætó er geggja orð, spáði það er svona, er eitthvað svona kraftur í því fárlega gott brand, allavega, ég ætla ekki að fara að skipta mér því hér, en sko, þú veist, fólk er bara, borgarlína, er þetta ekki neðanjarlest, er þetta ekki léttlest, er þetta ekki sporvagn og alveg svona, nei, guys, þetta er betri strætó. Þetta er bara strætó sem virkar og er að keyra á meiri tíðni og leggst ofan á kerfi núna þannig að þú getur bara verið miklu hraðari á milli staða. Mér finnst þetta bara svona, mér finnst smá starffræðin og verkfræðin hafa svarað þessu svona í stóru myndinni. Sko, þú ætlar ekki að koma fólki hratt á milli með strætisvögnum með einhvern svona stærri vögnum, þá þarftu bara að byggja þarna kláfa. Þú veist, lausnin getur ekki verið að allir verði að eiga bíl. Það er bara, þú veist, og málið það þú veist, kannski mun ég bara alltaf eiga minn bíl og maðurinn minn líka, þú veist, og það, þú veist, mér finnst í rauninni borgarlínan er ekki endilega fyrir okkur. Þú veist, mér finnst borgarlínan vera fyrir næstu kynslóð. Það er verið að reyna að draga Reykjavík svona aðeins á næsta plan sem borg og mér finnst það bara rosalega mikilvægt. Sko, mér finnst það rosalega mikilvægt að fara inn í þetta samtal með það fyrir augum
Herðu, ég ætla ekki að fara að rústa hérna öllu og rífa þetta allt samtali upp með rótum. Ég vil fara inn í þetta samtal með það fyrir augum að leysa málin. Eitthvað varandi borgarlínuna sem við getum gert betur? Ég myndi fara inn í það þannig ekki svona, ég ætla að brjóta þessa borgarlínu og byrja á núllpunkti að bæta þetta samgöngur. Ég held að það sé ömurlegt plan. En ég held þú sért með ágættan punkt þarna að ég bara tala fyrir mig. Já. Ég veit ekkert rosalega mikið þessa borgarlínu. En þetta orðið að einhverju rosalega svona kljúfandi orði. Það sem þú ert svona ákveða hvorum megin við línun og það ætlar að vera. Já. Í staðinn fyrir að þannig, ég held að vera bara ágætt hugmynd, bara fyrsta skrefið bara hendum þessu nafni. Já. Köllum þetta eitthvað annað. Já. Bara þannig að svona, nú ætlum við bara að gera eitthvað svona sáttmála að við viljum betri samgöngur og við ætlum að hætta að kalla þetta af því það eru svo mikið hleðsli í þessu orði. Þannig að við ætlum að finna eitthvað nýtt orð og svo bara hvernig ætlum við að útfæra það sem best. Af því ég held að á endanum vilja flestir góðar almenningssamgöngur. Þú veist, nema kannski einhverju svona 3 bensínkallar, sko. Já, en veistu, ég held að 3 bensínkallar elski þetta, því þá kannski fá þeir meira pláss og götu þegar aðrir fá að taka strætó. En svo langaði mig að segja eitt vegna að tala sjálfkeyrandi bíl og það rosalega mörg atriði sem gaman að tala í bara framþróun í samgöngum. Til dæmis gæinn sem stofnaði Hopp á Íslandi. Hann í 5. sæti á listanum hjá Viðreisn. Hopp og hvað heitir þetta, Bolt og þessi fyrirtæki. Mér finnst þetta bara rosalega flott viðbót við flóruna og nú eru hoppbílarnir komnir, sko einn hoppbíl kemur í staðin fyrir 17 engabíla. Þú veist að þetta bara bíl sem bara samnýttur og ég sé þetta bara, þetta bara ógeðslega mikið nota, mágur minn alltaf á þessu og þetta mér finnst þetta bara geggjað. En hann var að segja við mig, hann Eyþór sem stofnaði Hopp, félagi minn í Viðreisn, hann var að segja sko, þú veist, við erum búin að fara með Hopp til fullt af löndum, Hopp gengur vel þar sem almenningssamgöngur eru ömurlegar. Okkur gengur sjúklega vel í Reykjavík. Það gengur sjúklega vel í Reykjavík að það ekki strætókerfið ekki þannig að fólki finnist það bara geggjað. Þannig að markmið eru auðvitað að gera strætókerfið að almenningssamgöngur geggjaðar. Þannig að þú svona, og þetta með frelsið. Eins og ég kom til þín og Hoppi, mér finnst það geggjað, ég upplifði svo mikið frelsi. Já, algjörlega, ég sammála í borgum þar sem að þú veist, eins og Barcelona og Budapest og svona það sem það eru bara einhver rafhjól út allt og þú veist, það auðvitað að jafna þið betra veður en hér, en það mega næs, sko. Og þá fyrir maður að hugsa bílana, ég held að hluta þessum vanda aftur talandi budduna. Ef það fer alltaf inn að vera möguleiki, þú veist, aftur, það eru til einhverja típur sem eiga kannski dálítinn pening og þetta er bara bílinn minn og ég vil bara hann sé parkeraður þó ég nota hann bara einu sinni í viku en flest allir að fara að kjósa með buddunni og ef það fer alltaf inn að vera möguleiki að þú getur sett bílinn þinn í notkun á meðan að þú ert í vinnunni þá munu sjálfkrafa verða færi bílar. Já, ég held það nefnilega og ég held þetta sé líka laukrétt hjá þeim með fjölskyldubílinn. Ég held eða sko mín tilfinning að flesta fjölskyldur vilji eiga bíl. Þú veist, vilji eiga fjölskyldubílinn þá ertu að fara á fótboltamótið á Akureyri og svo viltu kíkja á Hellu eitthvað, skoða hestamannamótið, hvað sem þú ætlar að gera. Ég held að flesti vilji eiga eitt bíl og aðalskipulagið byggt í kringu það að fólk vilja eiga eitt bíl en þegar fjölskyldur eru farnar að vera með, þú veist, 2, 3, 4 bíla, það er ógeðslega mikið. Ég var að lesa grein eftir hann Björn Berg sem hjá Íslandsbanka. Hann var að skrifa þetta, sko, rekstrakostnaður fyrir einn bíl á ári komin upp í 1,5 milljón. Og svo þarftu náttúrulega að kaupa bílinn og svo þarftu náttúrulega að borgi alla gjöldin fyrir bílastæði og svona. Þannig að þetta alveg farið að telja ansi mikið. Þannig ég held að sé til mikils að vinna að, þú veist, fá betri valkosti í almenningssamgöngunum. En hvað með þess að, þú veist, þetta sem ég er að nefna með að það sé tilfinning allavega hjá mér að það sé búið að vera fólk við stjórnvölinn sem eru með eitthvað svona ideológíu öfugt við bensínkallin, sko, bara ég er á móti bílum og ég ætla bara að þvinga því hana fólk að má enginn vera á bíl. Ég hef... Þú veist, ég mista svona einhvern veginn, mér finnst það svo skrítið, sko. Já, sko, ég hef aðeins verið að skrifa mér finnst stjórnsemi, mér finnst ríkjandi stjórnsemi í borgarstjórn, mér finnst það. Það einhver leyti varðandi samgöngumálin, það varðandi uppbyggingamálin og það svona verið að taka sér svona alls konar hlutverk sem þú þarft ekki að gera, sko. Nei. Skilur, að því mér finnst bara svona, ég hugsa bara okkur, meðan leikskólanir eru myglaðir, af hverju eru þið með fund það hvaða fána á að flagga í ráðhúsinu
og meðan leikskólar eru myglaðir, þú getur ekki manna þetta, það er biðraður allt, fólk er neitt í skuttlið, af hverju ert þú þá að eyða 3 klukkutímum í borgarstjórn Reykjavíkur að ræða það hvað leikskólabörn eiga að fá að borða og hvort þau megi fá pilsur einu sinna árið eitthvað. Mín skoðun er bara svona, heyri, krakkar, sko, landlæknir er bara með plaggat það hvað við eigum að borða. Það er búið að setja þetta niður, ef þú ert ólétt kona, þá er ráðlagt á að borða svona. Ef þú ert gamall maður, þá er ráðlagt á að borða svona. Ef þú ert svona, þá er ráðlagt á að borða svona. Þetta er bara, borgarstjórn Reykjavíkur þarf ekkert að vera að ræða þetta í marga klukktíma. Þetta liggur alveg fyrir, sko. Þannig getur ekki bara farið til þessu og haldið þessum hérna grillpilsum inni á sumarhátíðin og ég held við vitum öll að við erum ekki fara að gefa litlum börnum unnar kjötvörur daglega. En þú veist, ég hef alveg pilsur í matinn heima á mér endur og Það er komin í þetta með sem við töluðum á ábyrgða keðjuna. Ef það væri bara, það er landlæknir sem ákveður þetta. Við erum bara að framfylgja því sem þannig að ef þið eruð eitthvað að pæli að næringagildið sér rámt og það eigi að uppdata þetta og breyti þessu, þá á landlæknir að gera það. Jú, ég held að landlæknir sé betur til þess fallin heldur borgarfulltrúar. Ég held það bara í alvörinu talað, sko. En það er bara svo, það er líka heldur svo þægilegt ef þú ert í einhverju svona starfi og svo að fara að herma eitthvað upp á þig og þá getur þú bara, heyrðu, þú verður að tala á hann. Ég er að framfylgja, skilur, þetta var svolítið bara eins og við talar COVID og ég hef verið mjög mikið á móti þessum aðgerðum, mér fannst það alltaf miklar, þá, þú veist, horfði ég á Þórólf, hann er bara að vinna vinnuna sína. Og hann getur bara sagt, það er annað fólk að stjórna landinu, en mitt hlutverk er að draga úr faraldsfræðilegum sjúkdóm. Ég er að gera það og samkvæmt því er bara rosalega gott að séu rosalega mikla reglur. Þannig ég horf alltaf á þetta, það sem stjórnmálamennir gerði bara, já, hann ákveður þetta bara. Nei, þið voru kosin. Þið eru að stýra landinu, ef það eru fyrirtæki að fara á hausinn. Þórólfur er ekki í vinnu við að hafa ágjörð að fyrirtæki fara á hausinn. Hann er bara að pæli þessu. Og mér svona einhvern veginn, þá getur þú bara að því mann þegar maður var að vinna á fréttastofuna, það var alltaf verið að hringi í ráðherra út af öllu. Og hringi þegar, þú veist, og þá segja, það er svo þægilegt að við getum bara sagt, heyrðu, það er þessi stjórnandi sem sér þetta. Það er þessi sem gerir þetta. Og mér finnst Jón Gnarr, þú veist, tala ágætt um þetta þegar hann bjóða sig fram sem borgarstjóri, skilur bara, þú veist, ég þarf ekki að vera sérfræðingur í öllu. Nei, nákvæmlega. Þess vegna erum við með fólk sem er í þessum vinnum. Já, en það er nákvæmlega málið. Og mér finnst líka að þú ert að tala sko, að þú ert að taka þér alls konar hlutverk og taka þér það að hafa skoðanir og hinn og þessu og ætla hérna röflum einhverja matarstefnu í 3 klukkutíma, þú veist, verja tíma í það, þú veist, þú þarft ekki að gera það, sko. Og þú mátt alveg nýta tíman í eitthvað annað. Og það er líka bara smá frelsandi að, herri, já, ok, ég þarf ekki að hafa skoðun á því hvað hérna matráðarnir og kokkarnir í leikskólanum er að gera. Ég treysti því bara það sé fagfólk, það veit hérna af þessum matarleiðbeiningum frá landlæknisembættinu og það er bara geggja og auðvitað höfum við eftirlit með því og erum í góðu samtali og allt það. En ég sem stjórnmálmaður þarf ekki að semja eitthvað ræður um það hversu mikið kjöt mér finnst að börnin eiga að borða. Það liggur alveg fyrir, sko. En þú veist, mér heyrst þú skrifaðir hennan pistil sem ég var að lesa hann, ég sá hann á sínu tíma en ég held bara þessi fyrirsögnum, ég las hann í morgun og ég var mjög sammála þessu. Þú veist, hvaðan kemur þetta sem þú ert svolítið að tala núna, því finnst of mikið stjórnlyndi og of mikið verið að vasast í of mörgu, því ég er alveg hjartanlega sammála þessu. Þú veist, fékkstu nasasjón að þessu þegar þú varst að byrja að vinna með Einari? Já, ég fekk alveg svona nasa þegar af þessu innan í kerfinu, þú veist, og bara þú líka bara... Nasa sjón saði ég, það er rangt orð. Nei. Þú sagði svo nasa þefrin allavega. Já, ok. Já, svona einhverja hugmynd þetta og líka bara, þú veist, að umgangast auðvitað borgarstjórn meira og vera meira inn í þessu, en svo líka bara ekki síst þegar ég sjálf ákveða að fara í pólitíkina og gefa kostum mér og þá fyrir ég auðvitað bara að tala við alla. Svo ég er að tala við uppbyggingaraðila, ég er að tala við skólastjórnendur, ég er að tala við bara fólk út allt í kerfinu. Það eru rosalega margir sem upplifa mikið stjórnlyndi hjá borginni og borgarkerfinu. Og ég held að sé til mikils að vinna að fá inn meira frjálslyndi og þar er, þú veist, frjálslyndi er eitt af svona lykilstefunum í Viðreisn og ég bara, einhvern veginn, ég trúi því svo heitt að sko, þú veist, ég á ekki að segja þér nitti gritti hvernig þú átt að lifa þínu lífi, sko. Þú veist, þegar fólk er ómikið að stjórnast í mér, ég er bara svona eitthvað, ég bara, herðu, þú veist, ég tek ekki við þessu. Hlutverk borgarinnar eins og ég sé það, þú veist, þetta á að vera skýrammi, eins einfaldur og við getum
og svo fær fólk, þú veist, frelsi til að, þú veist, gera alls konar inn í honum. Ég tók dæmi, þú veist að tala um hana Homo Reykjavíkus, þannig pistilinn, ég tók dæmi þar varðandi húsnæðismálin, varðandi það að sko Reykjavíkurborg hætti að gera búsetukannanir fyrir 10 árum, eða rúmlega 10 árum og búsetukannan basically bara að spyrja fólk, hei, hvernig viltu búa? Hvernig íbúð myndi þú fíla, hvernig íbúð hefur efna og hvað þarftu mörg bílastökk svona. Reykjavíkurborg hætti að gera þessa könnun fyrir einhverjum, meirinn áratug og fór að ákveða bara sjálf hvernig fólk vil búa, þú veist, að einhverju leiti. Þetta er ekki alveg sanngjarnt, þetta er ekki allt svona og þú veist, það eru eflaust alls konar upplýsingar sem ég að ekki að taka með allt það. Ég bara set þann fyrirvara, af því að maður vill auðvitað líka vera sanngjarnt. En þú veist, við sjáum það, þessar íbúðir sem eru á sölu núna í Reykjavík, þetta eru íbúðir sem fólk hefur ekki efna á og hverju þurfa mest að komast inn á húsnæðismarkaðar, það er unga kynslóðan okkar og svo er gamla fólki í stóru húsunum sem vill fara í eitthvað minna, þannig að komið smá hringrásin á markaðinn. Við erum ekki með íbúður fyrir þetta fólk. Og því það er búið að byggja íbúður með einhverjum lúxuskælum og svaka dýrum þéttingareitum og 15 fermetra geymslu og sumt að þessi í byggingareglugerð, þú veist, og ég veri bara mjög til að setjast við það bara í samstarfi við ríki og svona, þú veist, heyrðu, guys, þú veist, að þið líka þú spáir í það, þú veist, mikið að dýrasta húsnæðin í borginni, þú veist, er til dæmis í miðbænum, gamla vesturbænum og svona, þú veist, fálkagötinu og alls konar, þú veist, þar eru hús sem eru bara ótrúlega vinsæl og fara alltaf strax þegar þau komin á markað, það mætti ekki byggja þessar íbúðir í dag. Það er ekki með svona miklum fermetrum hér og svona þú veist, þannig að ég svona þarna finnst mér við líka aðeins búin að svona, þú veist, eða þú ert búin að setja svo ógeðslega margar reglur, ógeðslega margar flækjur og fyrirvara á allt, að þú veist að manneskjan hefur, þú veist, svona svæði til að dansa í, sko. Mig grunar, það er annars svið sem ég hef ekki farið djúpt ofan í, það er bygginga, því nefnilega byggingareglur og bygginga, að það er aftur svona einmitt, þú veist, bara láta fólk sem mest í friði. Ég held þú verður að vera í miklu betra sambandi við markaðinn. Já, og bara þetta einhvern veginn skilur maður hugsa stundum þú veist, ég veit svo mikið hvernig það virkar en bara, þú veist, ég hitti þið nú á Kjarval daginn, að það þegar þeir voru að opna þar, þá hafði verið ísvél hann uppi, sem sagt einhvern tímann. Og þegar þeir eru opnað og svo kemur heilbrigðiseftirlitið. Ég veit þetta er aðeins fyrir utan borgarmálin. Nei, heilbrigðiseftirlitið er hluta borginni, sko. Ég veit, en þetta er bara svona hluta þessu stjórnlindi, sko. Það er síðan skeið og þeir eru spurðir, sko, hvar ætlaði að vera með skeiðin í ísvélina? Já. Ég veit ekki, við ætlum ekki að vera með ísvél, en ætlum ekki að vera hér. Ég held að þetta hefur senkað opnunum allavega mánuð. Okay. Af því að, þú veist, þarna þurfti heilbrigðiseftirlitið, skeiðin í ísvélina er á röngu stað, sko. Okay. Það átti aldrei að vera neinn ísvélana. Nei. Og þú veist, þess vegna þegar ég farin að horfa svo mikið á fólk sem er í rekstri og ég sé öll þessi leyfisbréf og ég er bara svona vel gert, ég myndi ekki nennu. Já, bara fyrir hetjur að nenna þessu. Það er svo leiðis. Vinur minn, Gummi Jör var að opna hann að Nebraska, manstu, það var nýri bæ og það er bara, þú veist, þú sérð bara áfallastreyti þegar þú fyrir að ræða við hann, bara hvernig var ferlið og bara, ekki tala við mig, þú veist, það voru 11 vaskar áreikur, þú veist, og þú veist, að taka niður vegg var bara eitthvað svona 17 mánaða verkefni, þú veist, þarna væri svo fínt, ef þú getur nálgast þetta með því að segja, ok, Sölvi, ætlar að opna fyrirtæki í Reykjavík, ætlar að opna veitingastað í Reykjavík, það er geggjað, get ég hjálpað þér? Hvernig get ég hjálpað þér? Skilurðu? Og ég var að tala við vinnu mína hérna sem reka veitingastæðin í bæ og svona, þau voru að segja það væri alveg himinn og haf að stofna eitthvað í Reykjavík eða stofna eitthvað þegar þú ferð á Flateyri eða eitthvað staðar út á land. Já, er það svoleiðis? Það er allir svo glaðir og sért að koma að gera eitthvað. Það er bara, hei, slökkvilistjórinn kemur og hjálpar, ég kem og hjálpa, þú veist, mér finnst þetta þarf að laga, en þetta er, Hanna Kata, atvinnuvegaráðherra, er að vinna í að sameina heilbrigðiseftirlitið og svona, þú veist, gera þetta fungerandi apparati. En þarna held ég að það sé líka smá hugafarsbreyting, þú veist, er ég að hafa eftirlit með þér eða er ég að hjálpa þér? Er borgin þjónustustofnun eða eftirlitsstofnun? Ég vil að hún sé þjónustustofnun. Og það sé gaman að stofna eitthvað fyrir, að því hugsaðu, hvað er þetta? Ef einhver opna Kjarval eða opna búð eða opna bakari, þá nú bakari mikið í fréttanum, Hugge sem var að reyna að opna í marga mánuði, þú veist, þetta er svo fallegt. Það er eitthvað liðin úti sem ætlar að gera eitthvað æðislegt fyrir okkur, gera eitthvað æðislega þjónustu þangað sem þú getur farið og keyptir nýbaka brauð. Þú veist, við verðum að leyfa sem sköpunarkrafti og framtakssemi að blómstra. Já, og þarna myndi ég aftur hugsa ef að ég þú veist, og ég átti nú svolítið, ég átti nú
smá orðaskipti við Kristrúnu þegar hún kom fyrir kosningar að því að hún var að loka EHF-gatinu og hún sagði að þú og Frosti, þeir eru svo uppteknir þessu EHF, það að því þeir eru sjálfum. Ég segi, nei, við erum að búa til vinnu fyrir sjálf okkur og aðra og ég held að hið opinbera ætti að vera rosa þakklátt fyrir, talandi þetta svona point of no return, bara geggja ef það fullt af fólki að núti sem að búa til vinnu fyrir sjálft sig og aðra, búa til þjónustu, þess að segir bakari, veitingastæðir eitthvað. Geggja, þá þurfum við ekki að fara að koma og búa til enn eitt starf hjá ríkinu til þess að þenni þetta ennþá meir út. Frábært. Og mér finnst að við eigum svona einhvern veginn, það á að vera hvati fyrir fólk að gera svona hluti að því einmitt líka bara, það náttúrulega býr líka til bara fallegur og líflegri borg, sko. 100%. Við ætlaðum alltaf að hringja í Ödda blöða því að hann var að opna bar í mínu hverfi. Ég verð bara að gefa smá sjátt á þetta því við í 108, við erum svo ótrúlega glöð. Þetta eitthvað svona sem hefur vantað. Ég hef eftir að kíkja þarna. Já, mér langar að þess að ræða við hann bara hvernig var ferlið og hvernig þú veist. Já, það örugglega mjög góð, einmitt, talandi að vera stjórnmálum, það örugglega mjög gott bara að tala við eitthvað sem að koma alveg ferskur úr því að hafa þurft að fá allir sér leyfi og allt þetta dót og bara, og þá sérðu örugglega, það væri hægt að gera þetta eins einfaldara og skilvirkara og og svona, sko. En að markmiði sé mitt að þú veist, halda framtaksseminni hjá fólki, það sé hvati að vera með smá svona frumkvöla element og ætla að búa eitthvað til og ætla að gera gott fyrir samfélagi. Mér finnst að við verðum að, þú veist, það má ekki drepa þá hvata með skriljón reglum, sko. Hvernig finnst þér að spyrja þig, sko, þú eru að bjóða þig fram núna, því nú svona, þú veist ekki það sé náttúrulega alltaf eitthvað svona hiti í landsmálunum og nú þetta ESB-dót, að fólk að fara að kjósa til borgarstjórnar. Að þá sé svona, ef ég á móti ESB, þá ætla ég ekki að kjósa þig. Skilur þú hvað að fara? Að landsmálin smitist yfir í borgarmálin. Þú veist, hvort að þarna, að því og nú ert þú örugglega ósammála mér, en mér finnst núverandi ríkisstjórn, þú veist, ég kann vel við þær allar, Þorgerði, Kristrún og Ingu, en mér finnst það vera í aðeins svo miklu stjórnlyndi, það sem við erum búin að tala um þetta núna. Og þá hugsa ég svona einmitt svo, hlusta ég á þig tala og lesa hann á pistolu og svo, þetta make a sense, ég til í þetta. Mér slutið mér svo ESB vera aðeins og ég væri ekki að segja nei við því út af, ég alveg til í evru, ég alveg til í að losna þessa krónu, ég alveg til í frjálst flæði fólks, en þetta búrókrasíu, einmitt talandi að bákni stækki, þannig að þú veist, ég var með allt aðra hugmyndum Evrópusambandi fyrir svona 10-15 árum. Mér finnst þetta, þið þurfið einmitt að snúa við að þessari þróun að þeir eru orðin of stjórnlynd, sko. Fikt í lífi þegnana og það bara í sumum löndum verið að handtaka fólk fyrir eitthvað skoðanar á netinu og eitthvað svona dót. Hvernig finnst þér að þú fáir ferskt spil, þú veist, nú ertu að koma nýjinn í stjórnmál og að þú sért ekki kannski, að fólk sé ekki að kjósa út frá því hvað það finnst landsmálin? Já, einmitt. Ég náttúrulega í frambúði Reykjavík, ekki Brussel. Rétt. Þú veist, þannig að eins og ég sé þetta Evrópusambandsmáli, þetta er bara, þannig bara viðreisn að efna kosningarlofvörð, það var búið að segja við þjóðina að hún fengi að velja. Mér finnst það bara flott og ég hlakka bara, þú veist, mér finnst það alveg pínu erfitt að áttum á því hvað þetta liggur, maður hefur séð kannanir og eitthvað svona, en svo, þú veist, svo er bara rosalega margt í þessu eins og til dæmis bara ef við tölum samkeppni, þú veist, samkeppni á Íslandi versus samkeppni á stærri markaði, þú veist, ég er fyrir samkeppni. Sammála. Þú veist, það er einn punkturinn í þetta sem mér finnst, að því við erum í semílokuðu hagkerfi, þú veist, það er alltaf bara einhverjum 2-3 sem eru ráðandi á markaði, þannig að, þú veist, ég sé alls konar kosti en ég sé líka alls konar galla, þannig að mér finnst bara, fínt að þú veist, fólk fái að segja hugsin, þú veist, og það er eiginlega bara það sem ég finnst þetta. Ég get ekki stjórna því ef einhver ætlar ekki að kjósa Viðreisn í Reykjavík af því að þingflokkurinn er að gera eitthvað annað, en þú veist, ég segi það bara alveg skýrt, þú veist, okkar hagsmunir eru Reykvíkingar og þjónusta við Reykvíkinga. Ég er ekkert mikið að pæla í hinu, þú veist, ég mun kjósa og bara flott og ég er bara ein af 400.000 Íslendingum sem mun gera það, en mér finnst að þú veist, þetta eru sko hagsmunir okkar borgar og ríkis fara stundum saman, ekkert alltaf, þú veist, það er líka bara alls konar tóg, þú veist, við erum að díla við ríkið varandi alls konar, til dæmis að því við erum nú í Laugardalnum hjá þér, þú veist, það er til dæmis þjóðarhöllin hvað er búið að halda marga blaðamannafundi hana, skilur, þetta er svona, þú veist, þetta er dæmi það að sko, þegar ríki og borg er ekki, þetta er ekki alltaf það sama sko,
og ég er bara stolt af mínu fólki á þingi fyrir að vera efna kosningalóðar, en á sama tíma erum við þetta bara að fókusera á Reykjavík. En ástæðan fyrir nefnind ég held að sé alveg eins og með bílinn. Ég held að sé svo, ég held að sé, í umræða því þú þekki fjölmiðl eins og ég, bæði fjölmiðlum og sérstaklega kannski á samfélagsmiðlum, þá fer þetta að vera svo mikið, ertu með á móti bíl, en ég held bara að 95% af fólki er bara rosa til í að eiga allavega einn bíl í fjölskyldunni, en er líka rosalega til í að eiga á samtöngur. Og ég held að ef við horfum á þetta ESB-dót, að þá hugsa ég held að sé bara, ef þetta snerist bara að búa til betri vaxtaumhverfi, fá jafnvel evru, þá held ég bara að þetta maður rulli í gegn með miklu meirihluta. Þannig að þú veist, þeir sem væru kannski að fara að segja nei við þessu, forsendurnar þeir eru ekki að þeir séu á móti evru, heldur forsendurnar eru að þeir eru á móti, þeir hafa áhyggjur af því að sá sem er að taka ákvörðum fyrir þig hefur ekki einu sinni komið til Íslands. Skilurðu, og þá maður átt að hugsa ef maður er í stjórnmálum, að þú veist, að vera þjónusta alla og hlusta á alla, það er örugglega pínu trikki. Já, ég meina algjörlega, þú veist, það eru auðvitað ekki allir með sömu skoðun, þú veist, en aðeins varandi þetta, mér finnst sko eiginlega það besta sem mér hefur þótt varandi þessa Evrópusambandsumræðu að vera, það var þáttur á RÚV daginn, mér fannst það svo fínt, að því það var bara svona, lærum aðeins meira þetta allt, og ég held að það svona, þú veist, ég er ekki alveg sammála, þú veist, mér finnst bara, það er, þú veist, það var búið að segja að þjóðin mætti kjósa og nú er hún bara kjósa, ég er bara, er þetta eitthvað mikið flóknara? Nei, ég er hjartanlega sammála því, en þá myndi ég segja ef ég væri bara ráðuleikja formanni flokksins þíns, þá myndi ég segja talaðu til þeirra sem eru skeptískir á réttan hátt, ekki segja, viltu ekki kikið í pakkan eftir hálfviti, skilur, heldur bara, ég heyri. Þið hafa áhyggjur af þessu, þannig að hér er það sem ég held að sé gott við þetta, en ég er alveg líka að sjá það sem er ekki gott við þetta. Og ef að við sjáum að þetta sé að fara oflangt í þá átt, þá erum við ekki að fara að samþykja það. Þá er svona, ok, kannski er ég bara til í að segja já við því að kikið í pakkan. En mér verður fyrst að líða eins og það sé verið að hlusta á mig. Og það sé verið að heyra að þetta er ekki bara því að ég er einhver hvað við að segja, því ég er eitthvað trömpisti sem hatar evru. Hvað? Ég er að segja mér stundur svona, þetta er bara alveg svona, ef ég er alltaf bara, ég veit ekki með þessa borgarlínu, þá er ég svona kall sem vil vera þennja bensínbílinn, menn alveg helst 2 í 1 og eitthvað. Mér finnst öll umræða að vera orðin svo, það er svo mikið af venjulegu fólki, sem er, flest allir eru bara, geggja, góðar almenningssamgöngur, en ég er líka til í að eiga bíl ef ég hef efn á því, skilur. Akkúrat, en það er þessi skautun, og mér finnst þetta skautun, ég skildi ekki þetta orð fyrst þegar kom, en það er bara þetta sem þú veist að segja, þetta er bara allt svona eitthvað, þú veist, en sko málið er samt það, Sölvi, við vitum það bæði að öfgarnir eru alltaf bara svona, hvað er þetta að sé, 7-8%, það er svo svipa stór hópur á jaðrinum hérna og jaðrinum hérna, svo er bara ef hann næri því að vera 7-8%, ég er ekki einu sinni vissum að sé svo stór, sko. Nei, en þetta er ofsalega hávært, háværir hópar, láta vel í sér heyra og það er bara allt í góðum að þarf aðeins að muna eftir þessu, þú veist, þetta er rosa háværar raddir hérna og hérna, en svo er flest fólk er bara. En hvernig finnst þér talandi hvatin í fjölmiðlum? Að það, þú veist, því miður er bara það sem er mest lesið og mest horft á er oft það sem er svona vekur upp mesta tilfinningar, sko. Þú veist, nú er ég búin að, síðan ég byrjaði aftur, er búin að gefa út 320 þætti, svo sem var mest horft á og hlustað var þegar ég fekk kleina. Bara svona í alvöru er þetta bara skilur og þú veist að hvati fjölmiðlar þurfa þéna tekjur og þú veist nú ert þú að fara fyrir stjórnmál og þá verður þið hinum með við borðið og þá ert þú örugglega að fara að sjá stundum eitthvað svona fyrirsögn þar sem bara svona í alvöru langaðu ykkur ekki að setja þetta í samhengi og vera með svona núansana líði bara þetta, því þetta er lesið, skilur. Já, þetta er brútal. Rosalega. Sko. Þetta er brútal. Bara svona átti ekki eitthvað svona ræðilega sögur til að segja til að þú veist, keyra upp einhvern lestur, svona, þetta er agalegt, sko. Þetta er alveg erfitt, sko. Ég finn það alveg þegar að ég hef svona einhvern tíðan verið með einhvern tíðan og ég byrja jafnvel að, þú veist, manneskjan fer að segja, þetta er kannski eitthvað sem hefur farið í gegnum mjög erfiða hluti í lífinu, hún fer að segja eitthvað svona, þá finn ég bara svona, þú veist, ekki eitthvað svona dramatísk fyrirsögn, eitthvað skilur því, þú veist, þetta er svo oft, þetta tekur hlutinu svo oft úr samhengi, sko. Já, það er rétt og maður er eitthvað með eitthvað svona
búin að hugsa eitthvað málefni og er með flotta sýn á það og með plan og gott fólk sem getur fylgt í eftir, það verður enginn áhuga á því, það er bara eitthvað svona, þú veist, já, bara hversu erfitt var þetta áfall þitt, eða skilur, þú veist, það er svona... En hvernig finnst það núna að vera hinum með borðið að koma þér og boðskarninu til skila í gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla? Já, ég bara þakka kærlega fyrir plásið sem ég fæ. Bara verður að góðu. Ég veit það ekki, ég er svona, þú veist, ég er að æfa mig líka bara að sleppa tökunum. Þú veist, ég get ekki stjórnað þessu öllu, sko. Ég gerir mitt besta. En þegar þú sagðir hérna þegar þú komst að þú væri búin að vera svolítið miklu Spani, já. Að þú veist, ég er hluta því ég mitt, skilur, eitt að ég náttúrulega að fara og tala við bara venjulegt fólk á okkur fundum og svona, en að reyna að koma sér og koma sér í gegnum fjölmiðla, þú veist, finnst þér að því þú þekki fjölmiðla, er þetta orðið mjög mikið bara samfélagsmiðlar? Já, sko, já, við finnum það, þú veist, og eftir líka bara fjölmiðlum fækkar og það er kannski erfiðar að koma sér að og svona, þá fara þetta allir bara í það að búa til sitt, skilu, og bústa og sponsa á sínum miðlum, sko. En mér veist, ég get ekki kvarta yfir lítilli fjölmiðla umfjöllun núna og ég held að, og ég var að tala við Gylfa félaga minn í Mosfellsbæ, hann er oddvitinn okkar í Mosfellsbæ, hann bara, þið fáið alla athyglinna og hvað með okkur í Mosfellsbæ og það er rétt hjá honum, sko. Skilu, ég er búin að vera að fá... Ég er búin að vera leiðilegt að segja, ég er búin að vera að fá pósta frá sko oddviti miðflokksins í Hafnarfirði, oddviti þessa þarna og ég stundum lesi ekki einu sinni póstana sko. Já. Leiðilegt skilur, það er bara svo margir sko. Já, en þú veist, þannig ég kannski á ekkert að vera kvarta í þessari stöðu, þú veist, mér finnst ég vera, ég er alveg smá búin að fá ógeð sjálfur mér sko, þú veist, mér finnst ég vera allstaðar sko og eitthvað á einhverjum myndum okkur svaka, þetta ítir dálítið undir svona ego og svona vanity og svona ég skal alveg viðkenna, ég er svona alveg að reyna að halda mig á svona bara, þú veist, maður verður bara aðeins að þú mátt ekki vera háður þessu, sko. Nei. Þú veist, það er ekki gott, sko. Þannig að því að mér finnst bara að skipta svo rosalega miklu máli að Ingibjörg Sólrún sagði þetta við mig, ég hitt hann einhvern tímann fyrir jól, hún sagði við mig, herðu, ok, og veist, af hverju ertu að gera þetta? Ef það er út af málefnunum, fínt og gott, en ef það er út af einhverju öðru, farðu bara að gera eitthvað annað. Og þá fer maður að hugsa, þú veist, bara hver er hvati þeirra sem fara í pólitík, er það því að þið langar að gera gagn, þú vilt leggja gott til, þú vilt gera samfélagi betra, eða er það því að þú veist, þú fíla ekki þetta að hafa stóra myndaðir á einhverjum glugga eða vera með einhverja æsingsfyrirsagnir, eitthvað svona, allavega ég hugsa alveg þetta. Ég held að það sé bara mjög gott og meira þess að líka að maður er að vinna í fjölmiðlum, sko. Já. Ég man alveg eftir því þegar ég, eftir hrunið, þá var maður með þessi 10-14 mínútna slott í Íslandi í dag að taka viðtal við eitthvað ráðherra, tala meðal annars Ingibjörgu Sólrúnu, Ingibjörgu Geir og krafan í samfélaginu var bara, þú veist, ég fekk rosa pepp á egoðu mitt ef ég var bara nógu harður, bara nógu mikið eitthvað djöfn, en svo sko tók ég eitthvað 2 svona viðtölu, bara það situr ekkert eftir, þannig að er ég að reyna að gera eitthvað gagn hérna með því að fólk sé upplýst eða er ég að reyna að djóð var Sölvi harðust, djóð var hann flottur djóð hendan honum á grillið og þá fattar maður svona, þú veist, það er mikil hvati að fara bara í þessa átt til þess að ég fá eitthvað pepp en ég var ekki að skila neinu, þetta var bara della bara eitthvað ég var töff, skilur og svona harður við þau og... Ég held að það sé svo mörg störf það sem er svo gott að spurja sig, þú veist, bara hver er hérna, það var einmitt góða maður sem spurði mig akkur er þetta að gera þessi podcast, ég segi svona, ég er að reyna þetta var alveg fyrir nokkrum árum, ég er að reyna að draga úr kollektífli dómhörku. Já, þú veist, með því bara, ég veit að taka alls konar fólk og þú veist, ég verð aldrei glaðari heldur en þegar einhver kemur hérna og svo fæ ég skilaboð að segja, ég ætlaði ekki að nenn að hlusta þetta því ég þoli ekki þessa manneskju, en svo bara fór ég að hlusta og hún er nú bara fín. Já. Það var svona geggjað, skilur, því ég er búin að þurfa að mæta mínum eigin fordómum svo oft í þessu starfi. Já. Og það er eitt af því besta við þetta starf, það er að fara að taka viðtal við eitthvað sem að maður held að væri eitthvað case og svo bara, þetta var frábæð manneskja, hvað var að mér? Og veistu, ég elska svona að geta hattinn minn í ykkur svona samingi, bara ég var með fordóma, ég var búin að ákveða að þetta væri einhver mökkleðileg típa og svo bara, þú veist, kemur fólk mann óvart, en mér finnst þetta gott svona góð ástæða til að vera að gera eitthvað, að draga úr kollektífum fordómum. Við erum rosaleg, við erum rosaleg þar. Ég bara mannsheilin, þú veist, hann er hannaður til að verja okkur frá hættum og það þýðir það, hann er ekkert sérstaklega fullkomin græja og það þýðir það að hann er hraður í dómhörku, sko. Já. Það þú veist, og ef maður sé bara, þú veist, hvaðan kom þetta? Jú, það er eitthvað neginn, og svo eitthvað skilur þú, og í grunninn er þetta bara
þessi blessaði heili minn að reyna að verja mig frá hættu. Já, mér finnst þetta líka mjög áhugavert út frá talandum fjölmiðluna og svona, þú veist, maður næri ekkert alveg öllum boltum og svör eru astnaleg og maður stendur sér misvel og allt það, þú veist, segjum svo ég fyrir 10 viðtöl, 1 gengur bara skelfilega, það hræðilegt, hinn bara fín. Hvað það eina sem ég hugsa um? Það eina sem ég hugsa um bara, þú veist, örugglega bara í, þú veist, 5 daga og eftir bara, ég var ömurleg. Það skiptir engu máli hvað góða ég gerði eða, þú veist, skilur mig. Það líka þetta, þú veist, fókusin fer svo fljótt á það sem neikvætt. Já, og það þetta, sko. Það var eiginlega Tolli Morten sem að náði dálítið að kveikja á þessu hjá mér fyrir mörgum árum. Bara heilin hannaður til að verja ykkur frá hættum og hann bara frekar ófullkominn. Þannig það svona einhvern veginn að reyna að ná sátt við hann bara, heyrðu, þetta alltaf lægi, við erum ekki í hættu. Já, einmitt. Bara, þú veist, eins og þetta skilur, að þarna örugglega á einhverju mjög djúpu leveli, þú veist, að því ég tengi við þetta, að horfa bara á það sem mamma gerði slæmt og þá það bara á einhverju djúpu leveli maður hræddur við ef ég geri illa þá verð ég dæmdur, ef ég verð dæmdur þá verður mér útskúfað, ef mér er útskúfað þá er ég einn í heiminum og þá dey ég. Þetta er svona mjög basic, sko. Já, einmitt. En mér svona það gott að vera meðvituð þetta, af því að þú veist, þarna að bara svona, herru, þetta alltaf læg, sko. Þú veist. En hvað nú ertu að fara í svona í síðustu það sem væri kannski að halla hérna eiginlegu kosningabaráttu, hún að fara að byrja, eða svona er núna, þetta að koma á lokasprettin. Nú eru 3 vikur. Hvað væri, þú veist, hvað það sem þú vilt helst ná í gegn ef að fólk var að spyrja bara akkur að kjósa þig? Sko, mitt drive í rauninni það að mig langar að búa þannig hnútana að börnin mín og unga fólki í þessari borg velji að vera í Reykjavík. Og það að næsta kynslóð einhvern veginn sé bara svona stolt að því að vera hérna og velji að vera hérna. Í dag getur unga fólki farið hvert sem í heiminum og þau eru alveg smá búin að fara í Þorlákshöfn og þetta sem við varum að tala áðan hérna, Árborg og Vogana og fleiri. Þetta sýnin mín að bara, þú veist, bara að þau velji að vera hérna. Hvað þarf að gerast til þess? Við þurfum að taka til í kerfinu. Við talum hérna milljarð áðan. Við þurfum að gera það til að létta á kerfinu. Við þurfum að eyða biðlistunum. Þetta er biðlistaborg. Það eru biðlistar út allt. Það er ekki sjarmerandi. Þú veist, ef þú ert alltaf að bið eftir leikskólaplássi, bið eftir greiningu, bið eftir hjúkrunarheimili, þú veist, bið í umferðinni. Þetta er ekki gott. Og við veitum alveg hvar við þurfum að taka á þessu. Þannig að hvernig komumst við þangað að þetta sé bara svona geggjuborg sem bara svona, þú veist, að hjálpa þér en ekki að leggja stein í þína götu. Það er svona mitt mission. Og ég er með, og við, þetta er alltaf við í Viðreisn, við erum með bara ákveðið plan í því hvernig við gerum þetta. Og það er að byrja á þessu að taka til í kerfinu. Það er þannig, sko. Og hvernig sérðu þá fyrir þér, þú veist, að því að nú eru vantarlega einhverjir, þú veist, af flokkunum sem eru núna við stjórn, sem þú gætir alveg unni með þannig séð, en þú talar svolítið þú veist, að það er mín tilfinning að það sé bara þreyta, sko. Og eins og tölum að þurfu bara eitthvað nýtt, skilja, og það er alveg óháð líka bara, getur vel verið að þú sést búin að gera mjög góða hluti, en ég held bara með reglu og millibili þurfi kerfið á því að halda. Sammála. Jú, ég held að það moment sé núna. Við vitum að það moment er núna. Við sjáum bara að það 5 flokka meirihluti, 4 af 8 eru búinir að missa sitt umboð í annarkvort prófkjöri eða uppstillingu eða öðru. Þú veist, Sanna er eina manneskjan sem er áfram oddviti eftir þetta kjörtímabil. Og þú veist, hún er bara frábær og trúverðu í því. En það hitt er hinnar. Og þetta eru bara, þú veist, þarna eru bara, þetta eru flottar konur og þetta eru góðar konur og allt það, en það er bara tími, skilur við. Það er bara, þú veist, það er ákall breytingar og við þurfum að hlusta á það og það er bara augljóst, það er bara hvað sem hún kemur og þú sér líka bara endurnýjun á framboðslistum, þú veist, hjá flokkunum, þú veist, í Viðreisnum öll ný, sjálfstæðisflokkurinn, það er bara búið að endurnýja þar slatta, þú veist, Samfylkingin, þetta er bara mómentið er núna, sko. Og mér er líka svolítið áhugavert með það að mómentið það eru auðvitað kosið á 4 ára fresti, en það er ekki svona augljóst móment alltaf. Þú veist, ef það er bara ógeðslega farsæll borgarstjóri og góð stjórn sem er komin vel á trakk með ákveðin verkefni, þá er bara,
við leyfum þeim bara að halda áfram næstu 4 ár. En mér það er rosalega skýr lína í sandin núna, finnst mér. Já, ég er góð punktur, sko, þegar þú segir þetta svona, þá hugsa ég er að reyna að muna síðustu borgarstjórnarkosningum. Þá var ég ekki með sterka skoðun á því að já, bara það þarf að hrista upp og breyta, sko. Þannig að það er, þú veist, 4 ár er alveg dálítið langur tími og það er svona einhvern veginn augljósara, miklu augljósara núna, sko. Já, en þar varstu þetta með borgarstjóra á dag, þú veist, í frambóði. Hann var sterkur leiðtogi, hann náði að mynda meirihluta, hann er rosalega góður í því, sko. Hann má bara algjörlega gefa honum það og hann er bara, manna fróðastur borgina og bara svona Alfreð orðabók eftir að fletta öllu upp í honum svona, þú veist, það er líka þannig að það er með svona rosalega afgerandi leiðtoga, hvort sem það er að tala Davíð eða Ingibjörgu eða Dag, þú veist, þau eru öll þar í mínum huga og svo er, þú veist, svo er hann auðvitað horfin núna til annarra starfa en að þing og svona, þannig að það er ekki alveg jafn augljóst skilur hvert þetta fer, ég meina kannanir sín okkur eitthvað en já, eins og segir, kosningabaráttu núna eru 3 vikur í þetta, þannig að nú kannski fara línur að skýrast betur. Gott að fá þig heimsókn. Takk fyrir mig, gaman að spjalla. Takk.